I got stolen by the green light. Pick me up from that rock bottom. Washed my soul in that holy water. Brought me back to life. I got stolen by the green river. Pick me up from that rock bottom. Washed my soul in that holy water. Brought me back to life. One more storm, roll away. One more sin, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer. All because of that green river. All because of that grave robber. Góða kvöldið. Gott að sjá okkur, ég vona þessu vöknu núna, ef einhver var sofandi. Velkomin United Reykjavík. Það er mikið gott að sjá okkur hér í kvöld. Við ætlum að lofa Guð saman. Heiður líst vel á það eru fleiri. Er það ekki? Næsta lag sem við ætlum að syngja saman heitir Count 'em. Og þar er svolítið oft spurt hversu mörg kraftaverk getum við séð. Þau eru það mörg og við getum ekki talið. Og það er eins með þetta starf, nú er þetta starf búið að vera í gangi í 15+ ár. Og hér hafa fullt af fólki komið inn. Hér hefur fullt af fólki eignast nýtt líf. Og það hefur verið svo ótal margir einstaklingar sem hafa fengið að koma hérna inn og fengið að kynnast Jesú og fengið að eignast nýtt líf í gegnum þetta starf og í gegnum okkar trú á Jesú. Þannig að ef þú ert að koma inn í fyrsta skipti þá bara hjartanlega velkomin. Og ég veit að það er gott að fela sig svona fyrstu samkomunnar, en að þú veist að þú ert komin inn að fremsta loku með okkur. Guð er góður, við skulum biðja saman. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir nærveru þína. Drottinn minn og Guð bara kom fram fyrir því í kvöld. Og ég bara biðja Drottinn að snerta við einum og sérhverjum sem er hér. Faðir minn og Guð, ég þakka þér fyrir að þú ert kraftaverka Guð. Ég þakka Drottinn þér engin hlutur magn. Og Faðir minn og Guð, ef það er einhver sem vantar kraftaverk hér inn í kvöld, þá er hann kominn til þess að hitta þig. Drottinn, við bara beinum sjónum okkar að hásæti þínu og við lofum þig, skapara heimins og jarðar. Drottinn dýrmæður. Amen. You got flames in your eyes. You got wonder-working power pouring out of your side. Check the turmoil that went through the grave was empty inside. Ain't no other proof, greatest miracles of all time. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power, that's the towers make the lion look small. You got power to devour any counterfeit wrong. Even your toughest is so kind of the score. You are the Lord. To open blind eyes. I got numbers I can number, couldn't count if I tried. Call the doctor and the doctor said I'm giving you life. Let it enemies, the victory is already here. More than 60,000 angels, just a tip of the spear. And the enemy will bow and every heart will be yours. This is the end of the war, I'm counting the score. You are the Lord. Holy. You are the Lord.
How many raging seas open in front of me? How many victories? Can't count them. How many prophecies no one would dare believe? Now it's reality. Can't count them. How many broken men given a second chance? See all the lifted hands. Can't count them. How many Thomases doubted your promises? Standing out here crawling. Can't count them. How many hospitals said it's impossible? How many miracles? Can't count them. How many paralyzed living a different life? Go on and testify. Can't count them. How many sinners saved? How many bodies raised? How many empty graves? Can't count them. Maður bjóð okkur formlega velkomin hérna í kvöld á samkomu, ykkur sem eru hérna í kvöld, þið sem eru að horfa á netinu, ykkur sem eru, þið sem eru að horfa frá Ísafirði og hvar sem eru á landinu og fólki líka sem eru að horfa erlendis á samkomuna. Bara velkomin og bara takið þátt endilega. Mér langar að bjóða okkur líka að taka þátt í samskotum. Við erum með hérna posa aftast og fötu, þannig við getum gefið inn í starfið, gefið kærleiksgjöf frá okkur persónlega, sama hver upphæðin hún vel þegin. Og það svo stórkostlegt að koma og ég vil bara fylgja eftir það sem Inga var að tala það eru svo margir í þessum mörgu ár sem við höfum komið saman, lofa Guð, hlusta á Guðs orð, uppörfun, hvatningu og svona fengið leiðbeiningar með leiðina út úr þrældómi vegna þess að fíkn og alls konar mál sem við lendum í eða tökum þátt í eða tökum þátt í, við getum orðið þrælar þess og fíknin það og það sem líka svo svakalegt sem við þekkjum örugglega öll annarkvort að aðspurn eða persónulega, það þegar fíknin tekur ástvin okkar frá okkur og líka fjölskyldur og við þekkjum mörg börn sem hafa gengið í gegnum það foreldrar eða fjölskyldan hefur hrunið vegna þess að fíknin hefur átt allt og mikið pláss. En það góðu fréttirnar þær að hið gamla var að engu sjá nýttur orðið til magnað orð sem mörg okkur þekkjum og við eigum öll fortíð en fortíðin það svo magnað með Guð og þegar við stígum inn í samfélagi Jesú og byrjum að biðja og fá fyrirbæn og lausn að maður horfi tilbaka á fortíðina, mörg okkar þekki það, ég man bara í fyrsta skipti þegar ég fekk svona allt innu eftir að fengi ákveðna lækning í minni fortíð og ég horfði tilbaka og ég fór allt inn að fá góða minningar sem ég bara vissi ekki ætti. En þegar lækningin kemur inn í hjartað og sálina og minningarna, þá átti ég bara fullt af góðum minningum úr æsku. En það var svona bara myrkur yfir þeim vegna þess að sársaukinn og skömmin líkamlega og andlega var svo mikið að ég sá ekki það góð í fortíðinni. Og það sama gildir þig. Þú hefur gert og sagt og framkvæmt hluti sem eru bara svakalega sorglegir. Og þú hefur brugðist og svikið og logið og stolið og alls konar og við höfum mörg okkar gert það. En þegar við komum til Jesú, við gerum upp líf okkar og við gefumst ekki, förum aftur og aftur til Jesú, förum inn á hnéð og segir bara Guð, ég bara þarf á þér að halda. Og við þurfum á Guð að halda, við þurfum á Jesú að halda, þjóð okkar þarf á Jesú að halda, börnin okkar þurfa á Jesú að halda og það fullt af börnum sem eru munaðlaus og föðurlaus og móðurlaus.
út af því að þau eiga kannski móður eða föður, en það bara fíknin, hún kemur fyrst. Og við fengið mörg bænefni og ég fengum bænefna áðan frá móður sem bara takast á við móður hjarta og fá lausnin í sín mál. Og hver þekkir það ekki? Hvað móðir og faðir þekkir það ekki? Að þegar barnið er tekið eða fjarlægismann, stærsta hrópið og gráturinn og sársaukinn í hjartanu, það er Jesús, hvar er barnið mitt? Hvað ég gæfi ekki fyrir að fá barnið mitt aftur. Að vera með það heima, tala við það, horfa á það, strjúka því, reyna að ná flækjunum á hárinu. Hvað ég gæfi mikið. Og ég þakka þér Drottinn, til frelsis frelsar okkar og þar sem þú ert Drottinn, þar er frelsi. Og ég þakka þér Drottinn þegar við tökum á móti þér og við fáum að spegla okkur í þér, Jesús, í kærleika þínum og náð. Og við fáum að horfa á þig, Jesús, og við bara segjum Drottinn, hér er ég. Gerðu það sem þú vilt, Drottinn. Og ég þakka þér Drottinn hver einasta manneska sem situr hérna. Ég biðst Drottinn að það bænarefni sem það hefur, varðandi fjölskyldu, ættingja, vini, börnin eða foreldra, að Drottinn, að við knýjum á. Við verðum eins og þessi óþolandi móðir í Biblíunni sem bara hætti ekki að hún vildi fá rétt sinn. Og við biðjum og við gefumst ekki upp og ég þakka þér Drottinn, hún kemur inn í lausnin í fjölskyldur og ég þakka þér Drottinn, þú sameinar börn og foreldrar, systkini og ég þakka þér Drottinn fyrir lækningu og lausnin í líf fólks hér í kvöld og ég bara þakka þér Drottinn, við leggjum þetta kvöld í þínar hendur í Jesú nafni, amen. Ég var búin að bjóða ykkur upp á samskot. Baukurinn er þarna. Tökum þátt. Ég ætla að lesa fyrir mitt upplifis. Næsta lag sem ég ætla að syngja heitir The Blood. Og þetta er bara svo ótrúlega magnaður texti í þessu lagi. Og það talar að það er allt öðruvísi. Það er ekkert eins og það var. Og allir þessir strákar hérna með mér upp á sviði og við getum vitnað það, það er bara alveg þannig að þegar að það er ekki bara nóg að koma á mánudagskvöldi og sitja út í horni og vera með krosslagðar hendur og bara ok. Það er líka að opna hjarta sitt, leyfa Guði að komast að í hjartaðinu, leyfa honum að koma og mýkja hjartað þitt. Þegar það er þá sem hlutinni fara að gerast. Leið og hleypur honum að í hjartað þitt, þá fær hann að vinna. Þá vinnur hann verk sem að engin maður getur tekið frá þér. Sem að engin mun nokkuð tímann taka í burtu frá þér. Þegar skapar himins og jarðar gerði kraftaverk í þínu lífi. Og það segir í síðara Korinthubréfi 5, 17. vers. Ef einhver er í Kristi, er hann orðinn nýr maður. Möstu þetta? Hið liðna var það engu, nýtt er orðið til. Þannig að mér langar að hvetja okkur í kvöld að gefa Guði tækifæri. Ekki bara á mánudagskvöldi tækifæri, heldur þannig að þú farir heim í kvöld, að hann fyrir að sofa, gefur honum aftur tækifæri. Og þegar þú vaknar í fyrramáli, gefur honum aftur tækifæri. Þangað til að hann hefur unnið það verk í þér og hann segir það er fullkomnað. Þegar Guð vinnur þannig. Og við ætlum að syngja saman, þetta er ekki tónleikar, krakkar. Við ætlum að syngja The Blood. Og það er fullt af fólki hérna inni sem að tengja við hennar texta. Að þegar við mætum Jesú og leyfum honum að vinna í líf okkar, þá förum við allt í að labba öðruvísi, við förum að tala öðruvísi. Og það er bara eitthvað öðruvísi við okkur. Og fólk tekur eftir því. Amen. Já, hérna árum við byrjum þetta lag, ætla ég að segja ykkur aðeins frá því hvernig maður getur upplifað þetta lag. Ef þið eru einhvern tímann að hlaupa eða labba á mótnana niður í Grafvoginum, þar sem maður hleypir fram hjá Vogi og þar hleypi ég mjög oft. Og þetta verður mjög líklegast mest spilaða lagið í ár ásamt Center, en það er annað mál. En þarna þegar ég komin á ákveðinn stað, ekkert svo langt frá Vogi, ég vissum að þeir heyra í mér og þá oft er ég búinn að stilla þannig ég veit nákvæmlega hvaða lög að koma, hversu lengi að koma, þannig að brúin í þessu lagi er að koma akkurat þegar ég get stoppað og sest niður, fara á hnén, horft upp í sólina og síðan er ég að garga þetta lag.
það frelsi sem ég aldrei vita að ég myndi þora að gera einu sinni, skilur við. Hver að fara að hlusta á mig? Hver að horfa? Mér gæti ekki verið meira saman og mér langar stundum, ég ofta að vona þegar ég fer á hnén, please, einhver að labba framhjá, þannig að hann geti fengið að sjá hversu frjáls maður geti verið, skilur við. En já, þetta lag gott og endilega kíkið á mig í Voginum hana. Það rosalega gaman að hlaupa og syngja lofgjörð hana. Ef þið heyrið einhvern tíðan eitthvað, þá ekki verið að drepa neitt, það bara verið að garga á Guð. Ekki hægt að hlaupa við þetta einhvers staðar annars staðar? Nei, það bara þessi vogur, þar orkan, skilur við. Bara þessi hringur, krakkar. Það ekki rís og fætir. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to. I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Everything changed. It's getting harder to recognize the person I was before I encountered Christ. I don't walk like I used to, and I don't talk like I used to. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Hallelujah. Could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the blood. Oh, thank you, Jesus. Nothing more real than this, in the presence of God. Oh, what my heart experienced when my shame hit the wayside and my sin hit the most high. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Striving for acceptance, let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody wanna be holy or righteous, purified and spotless? Let me tell you,
saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy
Halleluja, lyftum höndunum til himmelsins. Við viljum lofa þig í dag, Drottinn, fyrir allt það sem þú hefur gert. Hvernig þú komst inn í líf mitt, líf allra einn innri, Drottinn, og þú blessaðir okkur, þú elskaðir okkur, þú kallaðir okkur nær þér. Syngjum kórusin eins og enn, bara svona lágstemt, og syngjum þetta öll saman. Þig vil ég lofa. Prófum að setja hendin á hjarta okkar og syngja þetta einu sinni enn. Amen. Þökkum lóðgjörunni kjærlega, gefið en gott klapp. Þvílíkt band. Ég hef búin að semja ykkur ræðu og svo bara veit ég ekki alveg með þessa ræðu, sko. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Og ég var að hugsa, sko, þetta með kærleikann og þetta með ástina, þú veist, hvað þýðir að elska? Þryggjasta orð í ástarsögu, ok. Hvað þýðir að elska? Það við spáði í því. Hvað þýðir að þú elskar eitthvað? Hvað þýðir það? Þetta er spurning, sko. Tilbúin að gefa af þér. Fórna. Hvað meira? Ekki dæma. Býtu hvað? Vá. Má það ekki? Já, það er nefnilega það. Ekki dæma. Hlusta, ekki dæma. Ég held að kærleikur, sko, séu tengst. Seint Ágústín, hann talaði sko, það væri sonurinn og það væri faðurinn og ástatengingin á milli þeirra væri heila á randi. Það sem tengi þá saman. Og sko ég held nefnilega sko að ástin sé bara tengsl. Og ég held að við allar mannverur séum í grunninn tengdar. Þú veist, við erum alltaf eitthvað að reyna að skilgreina okkur, eða ekki? Eða ekki? Ef við ekki að tala saman í kvöld. Var ekki gaman að vera svolítið heiðarleg og skoða hans hjarta sitt og leyfa sér aðeins kannski að fara út fyrir kassan sem þú er búin að búa til í kringu þægindi þín? Af því að sjáu þið, sko, við búum til alls konar reglur og þú veist, og ef við stöndum okkur þá erum við rosalega góð. Ekki? Já, ég er búin að lesa Biblíun í dag og biðja. Það gerir þið ekki það betri manni. Úps, maður. Það guðlast þarna uppi. Dæmiði mig, endilega. Ekki fallið þá gildru að dæma mig. Það er margir búið að fallið þá gildru. Ég sko, það sem... Það er mjög gott. Það er bara mjög gott, sko. En það aftur á móti kannski gefur þér einhverja þekkingu, en það er bara eitt sem að gefur þér frelsi. Og það er Jesús Kristur.
það er algjörlega bara eitt verk og það er verkið á krossinum og það er einfaldleikin í því sem frelsa mig. Ég hef hitt fullt af fólki sem er búin að lesa Biblíuna kannan utan af og er ótrúlega klárt í því að negla einhvern annan með henni. Hafið ekki hitt svona fólk? Þú þarft að hætta! Þú ert ekki nógu góður! Og það er, sko, þú veist, að því að Biblían, hún er alltaf að lesa hjarta mitt. Hún er ekkert að lesa hjarta annara. Þegar ég er að lesa hana. Þannig ef ég verið dómharður þegar ég er að lesa Biblíuna á aðra, þá er það því að það var svo mikil dómur í mér. Ó, hvað leiðilegur. Einhverju dómharður þinni. Það er rosa gott vers hérna, þú veist ég held að, ég er ekki Jakobsbréf 5:16. Játið syndir annara. Nei, það nefnilega segir það ekki. Akkur erum þú alltaf að játa syndir annara? Hver er sigur það? Maður sjá. Aðrir en ég. Það eru 4 inni sem að játa syndir annara. Hvað eru margir lígarar inni sem að sjá? Ef við að fara hérna inn, ef við að leiða okkur að skoða eins hvað er raun og veru að gerast hérna inni. Eru til að koma með mér í smá vegferð ástarinnar? Eru til í það? Af því að sko, þegar ég játa syndir, þegar við játum syndir okkar hvor fyrir öðru, að þá er hann trúr og réttlátur og þú veist að þá verðum við heilbrigð. En þegar við erum alltaf að játa syndir annara, sem eru mjög góður í sig að segja, ég veistu hvað, hann er bara ég er að segja hérna, sko, að því við þurfum að biðja fyrir því. Jesús er ekki að kalla þig til að tala syndir annara. Ég var með mæk og búm, droppa hann. En hann er að kalla þig til að játa syndir þínar. Til að játa myrkrið sem er í þér. Og vitið það, ég held að þetta sé ekki fyrir hann. Þú veist, af því að þegar ég tók móti Kristi, þegar ég sagði já og þegar ég fór hann í skírnarlögin þegar ég kom upp, þá var ég ný sköpun. Bara alveg nýr baldur. Gamla ræðið að elta mig stundum og nær stundum að vakna. En ég er alltaf fljótur að slappa í honum. En sko, þannig að mér er fyrir gefið. Ég er ný sköpun. Eitthvað sem hefur aldrei sést áður. Ekki endurbætt útgáfa, ekki svona update sem að fara á iPhone, það ekki fengið það. Þetta er ekki svona eitthvað 201, baldur 201. Þetta er bara alveg nýr baldur. Skapaðar af Guði. Með eitthvað himneskt auðkenni. Og þetta er svolítið erfitt. Það er svolítið erfitt að venjast þessu. Þú veist, þegar maður er nýr og þú veist, að reyna að finna, þú veist, hvað liggur auðkenni mitt. Og ég held nefnilega, þú veist, að Jakob er að segja, sko, ef að þú, Baldur, segir einhverjum frá því sem þú ert að berjast við, þá er orðinn ábyrgur fyrir því sem þú ert að berjast við. Þegar þú játar það sem þú hefur gert, allt sem þú hefur gert, þá hefur óvinnurinn ekki tangarhald á þér að því að skömmin innra með þér er að leysast upp. Að þetta snýst ekki það að okkur sé ekki fyrirgefið ef við játum ekki allt. Þetta snýst það að við getum lifað í frelsi. Þú veist hvað, ég held í alvörunni ef við myndum nota þetta vers, þú veist, ekki að játa syndir annara, heldur játa okkur eigin syndir, þá myndum við sjá vakningu. Og mér langar svo að sjá eitthvað svona, hvað getur við sagt, bara svona ástarbyltingu. Það ekki, hver hló með mér hérna?
Ég vil svo sjá kærleikan verða það mikinn að allir upplifi sig elskaða. Spáum aðeins í því, hvernig myndi lífi vera ef að kirkjan myndi elska þá sem var í heiminum? Já, það á að vera þannig, sko. Það á að vera þannig, það er það sem Jesús sagði. Jesús, hann sat þarna með einhverjum, skækjum og einhverjum handrukkurum og og var bara vinur þeirra og prestarnir voru bara, hvað? Hún bara sita með einhverju bersindu fólki. Það var krúið hans. Og þegar maður ávarpa kirkjuna, þá var hann alltaf ávarpað fyrir að vera tróða þessum reglum og reglugerðum yfir fólk og meiða fólk með því. Þegar við gerum þetta. Ef við þorum að vera heiðarleg, ég hef gert þetta. Það verður alltaf að líta svo vel út. Og það er svo mikilvægt að við skiljum systkini að kærleikurinn, hann hylur fjölda synda. En þegar að kúltúrin er þannig að þú opnaði að þá eru útskúfar og þá er það alltaf ólega erfitt, það ekki. En þegar kúltúrin er þannig að við elskum, umvefjum, endurreisum. Spáðu aðeins í því. Slaufuna menningin, getur við talað um hana, má það? Það er eitthvað að slaufa með þá eftir. Hló 2. Hún á ekki heiminn í kirkjunni, vissu það? Vissu það? Það er eitt sem veit það. Það er hlutverk kirkjunar að reisa fólk við. Ok, hefur einhver hérna drullað upp á bak, annar en ég? Svona hressilega. Ok. Geggjað maður, þetta er krúið mitt. Sko, þarf maður þá að heyra að maður sé algjör aumingi? Er það ekki eina sem maður veit? Þú meiri kallinn, ó. Það er eina sem ég veit að ég er alveg algjör drullusokkur. Það er algjör drullusokkur. Og þú þarft ekki einhvern... Vitið í alvörinni, þú þarft ekki einhvern spámann til að benda á drullusokkur og segja hans er drullusokkur. Svo segir Guð. Þú er búin að leiða í synd. En þú þarf spámann til að horfa á drullusokk og sjá guðlega auðkennið í honum. Það er það sem að Nýja testamenta spámaður snýst um. Það er að horfa inn í drullupollinn og finna gullið sem að myrkrið er búið að reyna að fela á skömmin og dusta þau öllu af til þess að endurreisa fólk. Snúður næsta manni og segir þú ert endurreistur. Krafturinn, hann fullkomnast í veikleika. Þú veist, og baráttan okkar er við egóð okkar. Og ef þú ert ekki að berjast við egóð þitt, þá ertu bara að tala um aðra og eitthvað svona, eða ekki? Þú veist, það hefur ekki tekið þetta, því meira sem fókus á að vinna með ykkur, því minni tíma og minni þörf líka hafi til að benda á aðra. Eða ekki? Þú veist, maður sér þetta svo vel, þú veist, þegar maður hefur einhverja þörf til þess að vera að benda á ykkur, þessi svona, þá er það út af myrkrinu sem er í mér og það hefur ekkert með þig að gera. Samanlega. Prófa að tengja þetta bara, næstu ert ekki. Gerist þetta ekki alveg fyrir ykkur ennþá það? Ég slemma daga. Tala um ríkisstjórnina. Eða Trump. Eitthvað sem að þú hefur enga stjórn á. Bara enga stjórn.
En þú getur haft stjórn á einu, og hvað er það? Þú getur það á góðum degi. Það ekki? Er ekki sammála því, eða? Á góðum degi, þá getum við haft stjórn á okkur. Ég trúi því að elska Guðs sé svo takmarkalaus og svo geggjuð að hún fari bara algjörlega sína eigin leið. Ég trúi því að Jesús Kristur hafi komið til að sýna okkur hvernig við eigum að túlka lögmálið og allt saman. Og hann sagði þetta við lærisveinina aftur og aftur og þú veist, og hann var stöðugt að tala að ekki vera að dæma til dæmis. Það við lesið orðin sem hann var að segja. Hann var alltaf að tala að vera ekki að dæma. Af hverju? Af því þegar þú dæmir þá fremur þú sjálfur hið sama. Og þegar við erum föst í dómörkunni þá þurfum við að spyrja Guð að sýna okkur hvað er það í mér sem ég sé í honum sem ég að dæma sem ég langar að losna við. Prófa að spá hans í þessu. Næst þegar þú ert að dæma eitthvað. Prófa að spá hans í því. Hvað er ég að dæma í þessum aðila? Að því svo oft erum við að dæma þar sem við sjáum í okkur sjálfum. Í undirmeðvitundinni. Og ámæður, ef við fengjum að sjá bara alltaf henni í undirmeðvitundina. Hefur eitthvað verið að keyra og þú veist, og svo ertu bara, þú veist, ég er kannski keyra og ætla að fara á bílasölu á laugardegi, ég var bara komin í vinnu. Hafið lent í þessu? Þetta er undirmeðvitundin. Þú veist, ég held að 90% af því sem við gerum er bara í undirmeðvitundin okkar. Þú veist, við bara ráðum ekkert ferðinni. Þú veist, þetta er svo mikilvægt að leyfa elsku Guðs að fara alla leiðina hérna niður í sjálfið okkar. Og brjóta þessa hlekki sem við höfum búið til. Af því að og því betri sem við erum í að berskjalda okkur, því betri sem við erum í að lifa berskjölduð, því betur getum við elskað. Af því að í grunninn þá sagði Jesú bara, þú veist, ok, gleymið þessu gæðar. Þú veist, elskaðu Guð, elskaðu svo náungan eins og já, maður, það er sennilega flóknasta. Elska sjálfan sig. Það er nefnilega ekki að vera sjálfselskur. Það er mjög einfalt að vera sjálfselskur og sjálfhverfur og sjálfmiðaður. Ekki? Erum við ekki að tala samanlega það? Hvað? Erum við ekki heiðarlega í kvöld eða? Það er auðvelt að vera sjálfselskur. Þú veist, en það er rosa flókið að elska sjálfan sig. Af því að þegar ég læri að elska sjálfa mig, muni, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf. Að hann gaf son sinn engindin til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur að eilíft líf. En hann elskaði fyrst. Og það er svo oft sem að við erum að framkvæma, þú veist, og hjálpa öðrum sem er frábært, skiljið, ekki er það sér ekki að segja. En við gleymum okkur. Hvað er margirna sem búin að detti oftar en einu sinni? Hvað er margirna með meira en 3 meðferðir? Akkurát. Að því við gleymum þessu hérna. Við gleymum að taka okkur sjálf í sátt. Og við getum það ekki út af sársakanum sem við erum að halda á í gegnum þetta líf. Þú veist, svo komum við, þú veist, og við þorum ekki að berskjalda þetta. Við þorum ekki að segja frá þessu. Af hverju þorum við ekki? Hæ? Skömmin, maður. Það er bara skömmin. Það er bara skömmin sem er alltaf að reyna að segja mér að ég sé eitthvað sem ég er ekki. Af því að sko, þú veist, það er oft talað þú veist, djöfulinn og það er verið að berjast gegn djöflinum og biðja gegn djöflinum og það er alls konar svona. En vitið að djöfullinn, hann er alveg gjörsigraður. Hann er bara, þú veist, það er búið að sigra hann. Það er 2000 ár síðan. Hann á ekki breyk í að gera eitthvað slæmt við þig nema að ljúga þér. Og ef hann getur bara logið að þér að þú sért ekki nógu mikið svona eða hinsegin eða þú sért nú ekki nógu fallegur eða falleg eða þú sért ekki nógu góður eða þú sért einskisvirði eða það geti enginn elskað þig og þú fyrir að trúa því
hvernig verður líf okkar þá? Þá trúið því að því að sko það skiptir nefnilega það er svo áhugaverð sko ég trúði rosa lengi að vera svartu sauðurinn og hagaði með þannig að því að trúin mín varð að veruleika alveg sama hverju ég trúi. Þess er svo mikilvægt systkini að við lærum að trúa því að við séum dýrmætt, einstök og elskuverð og við leyfum Jesú að elska okkur líka. Skilji, ekki, þetta snýst ekkert alla aðra. Þú ert sá sem þú ert að bíða eftir. Hvað er hann að meina? Kristur í þér er sá sem þú ert að bíða eftir. Því að Guðs ríkið er innra með þér. Þú veist, og þú ert með allt sem þú þarft. En þú er bara búin að hlusta svo lengi á lygarann. Og lygarinn er búin að vera að móta þig og segja þér og sér svona og sér tinsinn, ekki náttúrulega ekki svona. Þú veist, svo erum við bara, þú veist, öll á þessu hamstra hjóli að hlaupa á eftir ykkur, þú veist, og við vitum ekki eins og niður hverju. Eða ekki? Ég verði að eignast þetta verður svona, þetta er svona álið mér, þetta gera þetta. Nei, Kristur er hér og nú. Og hann þráir að koma inn í hjarta þetta, hann þráir það. Hann þráir að þú leyfir honum að skilgreina þig og þá leysast lygarnar frá ofinnum upp, það bara leysast upp. Það bara hverfa. Hvað er margir hérna sem eru búin að tala niður til sín í dag? Má sjá. Það er svo fáir heiðarlegir inni. Man ekki, hvað er ekki 8-10.000 hugsanir eða eitthvað sem fari gegnum hausina okkar á dag og eitthvað 80 og eitthvað prófstæðum eru neikvæðar hjá venjulegu fólki. Það er eitthvað svona ofur fólk. Amen. Sko, Jesús, hann var hryggur, hann hafði tilfinningar og í Matteus 26:38 segir hann, sál mín er hrygg allt í dauða. Þú veist, er það veikleiki? Nei, af því að hann sagði það. Aftur á móti, ef hann myndi ekki segja neinu það og ætla að hafa þetta fyrir sjálfan sig og ætla bara að byrgja inn í sér, hvað verður þá? Þá verður það veikleiki. Og það er svo mikilvægt, systkini, að við játum syndir okkar, veikleik okkar og það sem við erum að berjast við hvort annað. Fyndu þér eitthvað sem þú treystir. Leyfðu fólki að sjá hvað er í hjartanu þínu og fólk mun, með því að gera það, þá opnar næsti sig og svo einhvern veginn verðum við bara öll frjáls undan lygarann. Snúður á næsta mann og segir, hættur að hlusta á lygarann. Jesus talaði 3 sinnum kirkjuna en 100 sinnum Guðsríkið. Hann var alltaf að tala þetta ríki einhvern veginn sem við áttum að búa til og þú veist og hann var að segja sko að þú veist að þeir sem að þið munu gera meiri verk en ég, gæinn, þú veist, hann var að reisa upp dauða og eyðileggja jarðarfarir, þú veist, lækna blinda. Þú veist, hann gerði bara allt vitlaust, allt það sem hann kom og það er svo áhugavert með dómörkuna sem er í okkur öllum og svona þessa fordóma, eitthvað sem eru fordómafullir hérna, aðra en ég. Það eru 2 eða 3. Það er við krátmaður. Allir svo heilaðir hérna. og þú veist, og við erum fordómafull, sko, sjáið, þú veist, lærisveinarnir hans Jesú, þeir voru að labba fram hjá Samaríu með Jesú, þú veist, svo segir einn eitthvað, Jesú, hann er hann að fíflin í Samaríu, maður. Ef við ekki láta eld og brennistein fara ofan á. Það voru lærisveinar Jesú. Þeir voru ekki svona heilaðir, sko. Af hverju vildu þið gera það? Af hverju vildu þið gera það? Að þeir voru fordómafullir, ekki? Ekki? Af því að þeir voru, þú veist, bara í hjartanu þeirra var beiskja og einhver viðbjóður sem átti eftir að fara út, ekki?
Þú veist, maður segir ekkert svona, maður lappar ekkert fram í Hafnarfirði, maður kveikt í Hafnarfirði Jesú. Þú veist, þetta Hafnfirðingar maður. Hvernig Hafnfirðingar í húsinu? Það var lagalegt. Þú veist, þá myndi ég segja að ég væri vondur, eða ekki? Baldur og svo bara að kveiki í Hafnarfirði á samkomu. Jesús, hann var ekkert að reka hann í burtu eitthvað, þú veist, hann bara alltaf var með elda við maður, þetta verður betra. Kótu, við erum í gönguferð. Þú veist, á þessu tíma voru konur miklu lægra settari menn. Vissu það ekki? Já. Hvað fréttir, alveg, what? og þá svona, þú veist, þær voru bara, þú veist, ekki alveg nógu góðar, skilji. Svo náttúrulega bara algjört bull. Og þegar Jesús byrjar vakningun sína, þá fór hann bara, þú veist, í flottustu kirkjuna, þar sem að flottustu biblíulesararnir voru, þessi kunnu lögmáli og svona, ekki? Nei, hann gerði hann bleki, sko. Hann talaði við samaríska konu sem var búin að vera með 5 gæjum. Sem það var bara eitthvað svona, þetta hún bara komið nýja mann. Þessi hana, sagði hana. Vá, hún er bara lauslátt. Bara algjört rusla. Láttu ekki svo að ekki tala svona. Vá, hvað þetta er leiðilegu predikari. Jesús fór bara þangað maður og hún var eitthvað að ausa vatni og hann eitthvað að gefa með vatn og hún eitthvað, þú veist, eitthvað var ekki verið að gefa henni vatn og gaf henni svo vatn og hann sagði við hana, sko, ég ætla að gefa þér lifandi vatn. Og Jesús startaði vakningunni með þessari konu. Spáði hans í því maður. Hann braut bara alla reglunar. Þú veist, ég meina, þessi kona, hún mátti ekki einu sinni koma inn í sínagóngunar. Hún var ekki nógu góð. Hefur maður haft þessa tilfinningu, þetta er ekki nógu góður. Vá, hvað ég oft haft þessa tilfinningu, þetta er ekki nógu góður maður. Svo kom bara Jesús og hann bara horfði inn í hjarta mitt. Og hann sagði, ég elska þig. Þú veist, og það bara braut hjarta mitt. Og ég man bara í fyrsta skipti þegar ég upplifði elsku Guðs á svona sterkan hátt. Ég satt á einhverju námskeið í Toronto og einhver eldri maður með sítt svona hár maður var að tala eitthvað um föðurkærleika Guðs og svo bara gerðist eitthvað inn í með maður og ég var bara what? Hvað er að gerast maður? Ég var bara ástfangin á þessum gæja. Ég bara hljóp upp í herbyggi og var bara, þú veist, hvað er að gerast maður? Er ég farin að vera hrifinn af köllum? Ég trúi þess ekki. Og ég er ekki eins og að grínast. Af því ég fann svo mikla ást. Og þá heyrði ég Guði segja við mig, farðu aftur niður. Þetta er ég að elska þig, Baldur. Og ég hef ekki sagt ykkur það að ég gæti ekki talað í 3 daga. Þetta er ekki eins og lygi, sko. Með 2 íslensk vitni, maður. Og veist, þegar ég kíkja á Niagara, ég var bara... Ég sagði bara yfir heila helgi að ég var algjörlega frá mér numin yfir því að Guð skildi elska mig. Að elskan hans, hún fór inn í þetta skítuga hjarta mitt. Sjáðu, inn í þetta, þú veist, hlutið sem ég hef gert fólki. Hann fór í gegnum þetta allt og bara djúpt hérna inn og sagði, ég elska þig, Baldur. Ég bara á þessum tíma, þá hvarfa mér dyslexían og talnablindan og ég var bara heill. Ekki alveg. Ég er ennþá leiðinni þangað. En það var samt eitthvað alveg nýtt og heilt inn í mér sem var svo stórkostlegt. Af því að það er gæskan hans sem leiður okkur til iðrunar. Það er elskan hans sem kallar okkur til iðrunar. Við getum ekki, það sem ég er að reyna að segja við ykkur í kvöld og þú veist eitthvað, svo ætlum ekki að lesa Biblíuna. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði, það er ekki aðal atriðið í frelsisverkinu heldur að taka við elskunas hérna inn.
að þú getur lesið og já, þú fær fullt af þekkingu. En þekking voru í mólum. Og þú getur orðið eins og hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Eða þú getur leyft elskunni hans að koma inn. Af því að Jesús sagði sannleikurinn hann mun gera þig frjálsan. Og Jesús þessi sannleikur. Og það sem mér hefur þótt erfiðast við hana sannleik þegar hann að sýna með sannleikan mig. Það rosa vont að sjá þig hvað ég sjálfselskur, eigingjart, hvað ég með mikla skömm í mér, hvað ég búin að vera mikið en að vinna mér inn fyrir elskunans. Þegar ég þurfti bara að taka við henni. Ég þurfti bara að segja já. En því ég var með svo mikla skömm í mér, þá hélt ég að ég þurfti að gera eitthvað fyrir hann. En eina sem hann vill fyrir þig að setja þig frjálsan eða frjálsa. Það það sem hann vill fyrir þig. Hann þráir að þú sért frjáls. Og sannleikurinn að þú ert þegar frelsaður. Þú bara veist það ekki. Það þegar búið að deyja fyrir þig. Þú bara veist það ekki. Þetta eins og að sitja inn í fangaklefa og þú ert búin að sitja þar í 20 ár. Það ekki búið að læsa hurðinni. Þú ert bara búin að sitja þarna. En Jesús löngu búin að opna klefan. Það var eitt amen við því. Gekkja, takk fyrir þetta. Ég sagði að Jesús búin að opna klefan fyrir mörgum ára síðan. 2 amen. 3, 4, 5. Jesús búin að opna fangaklefaðinn. Hann búin að setja þig frjálsan. Viltu taka við því? Viltu taka við þessu frelsi frá honum og stíga út úr þessum lyga vef sem þú leyft óvinnunum að bulla í þér af því að skömmin sem í þér hérna, hún resonatar svo mikið við lýna. En skömmin, hún ekki eins og þín, hún ekki eins og partur af þér. Hún einhver viðbjóður sem þú fórst að trúa þig. Af því það sem að skömmin gerir, hún ræðst á karakterinn þinn. Ég segi alltaf að skömm léleg eftirlíking af samviskubiti. Samviskubiti frábært. Það segir bara við mann, Baldur, gamli, stát upp. Byrst afsökunar, já, góður, snúðu við, höldum áfram. Svo það búið. Taktu ábyrgð. Ekki láta brjóta þig. En skömmin, hún kemur bara eitthvað. Hún kemur eitthvað. Fáir. Getur það fengið smá. Tala aðeins ítlumann. Svo það búið að tala illa með eitthvað. Og meira. Bara tala illa fólk. Ég veit nú alveg hvað þú varst að gera í gær. Meira aumingin. Að því hún ræðist alltaf á karakterinn okkar. Að því það eina sem óvinnurinn vill ekki að þú trúir því að þú dýrmætur einstakur og elskuverður einstaklingur. Að því ef þú trúir því, þá falla hlekkirnir að þér. Þetta eina sem við þurfum að trúa við sem dýrmætt einstakku og elskuverð. Þá bara detta hlekkirnir niður. En það okkar eigins trú út frá legum okkar eigins kjaftaðis skömm sem við leifum að koma hérna inn. Út af við hlustum á mikið óvinnin sem að heldur okkur föstum. Og Jesús, hann vil setja þig frjálsan í kvöld. Af því hans huga þú einstakur eða einstök. Af því hans huga þú dýrmætur eða dýrmætt. Af því hans huga þá þú skilið að vera elskuð eða elskaður. Og þegar hann horfir á það, þá sér hann eitthvað allt annað en við sjáum. Af því hann sé fegurðin af auðkenninu sem hann plantaði í þig fyrir grundvöllun heimsins. Af því hann kærleikur. Af því hann elska. Hann fór ekki með fengsin að vera Guði líkur. Þetta tók á sig þjónsmynd til þess að þjóna þér. Til þess að deyja fyrir þig. Af því að þú ert barnið hans. Og hann að kalla. Hann að kalla á þig, komdu heim. Leyfðu mér að elska þig. Leyfðu mér að skilgreina þig. Leyfðu mér að ala þig upp.
Svo þú ert hérna inni. Og Jesús að banka á hjarta þitt. Hann langar mig að bjóða þér að standa á fætur. Og svo þú búin að standa á fætur, frábært. Hann langar mig að biðja þig að koma hérna fram og gefa honum líf þitt. Kannski þarf þetta að koma hérna til þess að hrista eitthvað af þér. Kannski þarf þetta að endurnýja heitið þín við hann. Kannski þarf þetta bara að koma og segja, let's do this again. Ég er tilbúin. Ég er tilbúin í þetta aftur. Ég er tilbúin í þetta aftur. Ég er tilbúin í það að læra að lifa í kærleikanum. Ég er tilbúin í það að læra að lifa í ástinni. Ég er tilbúin í það að skilja hugmyndirnar mínar og lygarnar sem hafa skilgreint mig eftir. Ég er tilbúin að taka við því sem hún gerði fyrir mig á krossinum þegar þú dóst. Þegar þú réttir út hendurnar hennar og dóst í minn stað, þegar þú fórst niður til heljar og þú steigst upp til himins á þriðja degi. Þú færðir hérna einu fórn sem þurfti bara að færa einu sinni til þess að allar mannverur væru frjálsar. Ég finna það ennþá fólk sem þarf að koma hérna fram. Ef hjartað þetta er að banka, þá ætla ég að gefa smá tími viðbútt. Ef hjartað þetta er að banka á þig, þá finnur svona, ekki láta holdið stoppa þig. Það holdið vill ekkert að koma hingað með þess. Jesús. Skulum biðja saman bæn og ég bið og þið endurtakið sem segir við segjum elsku Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú dóst í minn stað. Ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið mér syndi mínar. Skilyrðislaust hefur þú elskað mig. Fyrirgefðu mér allt sem ég hef gert rangt. Ég þakka þér fyrir að ég er nú barnið þitt. Hjálpaðu mér á þessari vegferð. Hjálpaðu mér að leiða mig í hjarta föðurins. Og setið hendurnar núna fram og lokið augunum. Að það nú ætlar heilagur andi sem er kraftur sem að við skiljum ekki. Sem er fullkomin ást sem að brennir hlekkin á okkur. Nú munum við byrja að finna svona hita í höndunum ykkar. Við munum byrja að finna bara svona eins og eitthvað sem gerast í maganum. Heilagur andi, við gefum leyfi til að fara salinn núna. Til þess að hreinsi burtu lygarnar. Þvoði burtu lygarnar, Drottinn. Brjóttu af þeim hlekkina. Í Jesú nafni þá mölvum við sérhverja hlekki. Og allt hugar vil. Við ætlum að dvelja á þessum stað. Og leyfa heilugum anda skilgreina okkur. Og Jesús ætlar að byrja að tala inn í hjartað þitt núna. Og segðu bara upp átt, Jesús, hvað viltu segja við mig núna? Og svo þú heyrir hvað hann segir, segðu upp átt. Þú ert elskaður. Þú ert frjáls, haltu áfram. Þú ert sönn. Þú ert trú. Þú ert dýrmætt, ekki væntu þig. Einstakur. Vá. Vá, við erum að tala meira um Jesú, maður. Sem að biðja fyrir ykkur, þakka ykkur kærlega fyrir kvöldi, Drottinn blessi ykkur og varviti ykkur. Ekki fara, leyfið heilugum anda, halda áfram að vinna, svo mikilvægt að gefa honum tíma. Faðir minn, þökkum fyrir þessa stundu, þökkum fyrir sérhvern og einn einstakling hérna. Blessaðu Drottinn í Jesú nafni. Amen.